Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands og ætlar að fara með mér aðeins yfir stöðu fallara í samfélaginu svona almennt og líka segja okkur frá átaki sem að nú bara að byrja eða hefjast. Já, takk fyrir að fá mig hingað á Rauðaborðinu. Já, vertu bara margblessuð og velkomin. Já, hvað svona helstu viltu vita? Já, þetta átak, ég veit ekki ef nú hafa netverjar örugglega rekið augun í smellnar auglýsingar djamm fyrir okkur öll og svona hið ýmsa. Geturðu sagt okkur aðeins hvað þetta er? Já, þetta er hluti af landsáætlun sem var samþykkt á Alþingi í fyrra, sem svona innleiðingar verkfæri á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Og þetta er félagsmálaráðuneyti sem fer það með þessa hefðarferð og með auglýsingastofunni NM og hagsmunasamtök fatlaðs fólks ásamt ráðuneytinu og sambandi íslenskra sveitarfélaga og fleiri hagaðilum eru í þessari vinnu, svona verkefnastjórn í kringum þessa landsáætlun. Og í þessari landsáætlun eru svona 60 aðgerðir og það var ákveðið að fara af stað með svona vitundarvakningu. Þannig að samfélagið í rauninni áttaði sig á mikilvægi þessa samnings og í rauninni það sem í honum felst og þá líka bara að fatlað fólk alls konar. Fatlað fólk fer til dæmis á djammið sem er eina af þessum borðum eða bönnum sem hafa núna verið út allt. Þannig að þetta er svona að mér finnst mjög skemmtilegt verkefni þar sem að við öll sem að þarna sátum við borðið voru sammála að gæti náð til samfélagsins og svona markhópurinn var náttúrulega bara svona samfélagið í heild og svo náttúrulega kannski mest til þeirra sem að þekki ekki til og þá er ofta einhvern veginn svona markvissara að ná til með einhverjum svona heldur en einhverju svona fróðulegur tali eða einhverju svona sem er of hvað segir maður, það sem er ekki of í rauninni alvarlegt eða hátíðlegt heldur bara, þetta er bara hluti af margbreytileikunum og við erum alls konar og þannig að ég held að þetta er að fara svolítið af stað og mætti kannski vera í rauninni fara meira fyrir þessu að þetta er flott herferð en hvað ég veit það hefur ekki verið farið í svona mikið að því að þetta á að gefa af sér líka svona ákveðna fræðslu því að ef þú klikkar á þetta þá færðu að vita meira og svo leiðir þetta þig áfram. Þannig að vonandi fer þetta bara á ennþá hærra flug og þetta fór í loftið eftir svo kallað samráðsþing sem var þá haldið út af þessu og er bara flott verkefni verði ég að segja og það var gaman að sjá líka margar misjafnar raddir og þetta fór í svona undirhópa þar sem að hópar sem eru þá með alls konar skerðingar, heyrnarlausir, blindir og aðgengislega sem að í rauninni skimuðu svona fyrir þessu þannig að þetta var vel unnið komið að þessu og vel unnið, þannig að það var bara mjög skemmtilegt og bara Þetta er svona inngildingarverkefni. Algjörlega og í rauninni verið að reyna að ná til hópsins sem að kannski er ekkit endilega að velta þessu svona mikið fyrir sér og af hverju og oft er það líka þannig að þegar einhver heyrir aðgengi þá er það kannski fyrst sem fólki dettur í huga eitthvað sem er manngert en þetta er svo miklu víðtækara þannig að bara svona vera að velta upp alls konar spurningum og Þú segir svona, ekki manngert heldur víðtækara hvað? Já, og það er bara, eins og það sem við tölum manngert þá er þetta umhverfislega, bara rampar til dæmis sem að við erum aldeilis að búin að fá góða aðila með til þess að rampa upp Ísland og örugglega bráðum Evrópu að þá er svo mikið meira undir eins og bara aðgengi að upplýsingum. Hvernig er í rauninni aðgengið að upplýsingum? Hvernig kemstu að skjölunum þínum eða öllu því sem að því nú erum við í svo stafræna heimi þar sem að allar umsóknir og annað fyrir gegnum það og það hafa ekkert allir hópar aðgengi að því, ekkert allir hópar með rafræn skilríki til dæmis. Þannig að þetta á að vera svona liður í þess að vekja fólk bara svolítið til umhugsunar og í rauninni líka bara að fá í rauninni bara þá sem að eru að hanna og sjáum bara til þess að kannski ganga skrifinu lengra. Þannig að því að okkur hættir til að líta alltaf á ef það þarf að gera eitthvað í aðgengi að þá sé það annarkvort að setja ramp eða
að hérna hafa lyftu. Þetta svo miklu meira. Já, og þetta, fallað fólk ólíkt og með ólíka þarfir og það ekki allir með líkamlega svona sjáanlegar fallanir. Algjörlega þetta svona, við gengur í bylgjum, en mér finnst samt svona þegar við núna sitjum hérna við að borða og ræðum þetta, þá þetta eitthvað svona sem hefur verið til umræðu í fjöldamörg ár. Já. Og það að auka aðgengi og inngildingu og það voru hérna skóli án aðgreiningar, allt þetta. Hvers vegna núna? Það bara í tengslu við hérna samningssamvinnu þjóðana? Já, hann hefur náttúrulega þetta búið að vera, ég meina réttindabaráttu fatlaðs fólks ekkert að byrja núna. Hún búin að vera við lýði í 20 ára, ekki 100 ára, en kannski svona að ná með bara við munum fullt af frábærum aktivistum sem að hafa plæjað Akurinn heldur betur rutt við alls konar stórum steinum og tröllum sem að hafa kannski verið í vegi fyrir. En það hefur verið svona, hérna, við höfum náð svona ákveðnum eyrum kannski og augum í þessu síðustu ár, þar sem að viljin var til þess allavega að hlusta og heyra og ganga ákveðin skref í þessa átt sem var þá allavega þessi afurð að þessari landsáætlun sem raunni hafa verið áður framkvæmda áætlanir en þær hafa alltaf verið vanfjármagnar og engum aðgerðum fylgt eftir en þessi allt annars eðlis þannig að og hefur þetta í för með sér að það verið að innleiða þessi ákvæð þessa samnings sem að svo stendur til að lögfesta og held ég að leggja fram frumvarp núna í þessu mánuði. Þannig að þetta allavega komið svona og þannig að fólk orðið miklu meðvitaðra það að fólk þarf ekki allt það sem að snýra kannski einhverju sem ekki búið til á Alþingi. Fólk svona hrætt við, þetta eitthvað sem að Sameinuðu þjóðirnar að koma með og verið að þetta eitthvað þar sem að mun vera eitthvað íþyngjandi fyrir þá sem að veita þjónustu eða þurfa að verða við einhverju tilteknu. Ég held að fólk sé svona átta sig á kannski meira að það er bara fyrir okkur öll ef að við gerum betur og við erum ennþá þar þó að þetta sé náttúrulega alltaf langklaup, þó að þetta gerist ekki rætt en það allavega komin svona ákveðin skilningur og maður finnur það bara að maður náttúrulega endalausu samtali bæði við sveitarstjórnar fulltrúa og þingmenn að fólk veit út af hvað það gengur og svona og það kannski líka það sem dropinn hólar steinin og allt það þó svo manni finnist það stundum ganga ansi hægt en þá allavega þetta orðin svona vettvangurinn og hann kannski að verða breiðari þannig að það ótrúlega gaman að vera með í því þó svo að hérna við mögum ekkert stoppa þarna þetta og ekki vera átaksverkefni heldur að vera eitthvað sem viðvarandi bara þá allstaðar vitundavakning eins og já og hún á bara að vera viðvarandi það þýðir ekkert að hafa eina vitundavakningu og svo bara þetta haki í boxi þetta bara þarf að vera viðvarandi og með einhverju marki þannig að það sé alltaf verið að hjálpa til við að hóla þennan stein Nú hérna oft talað svona í tengslu við svona uppgang ákveðina afla og annað í veröldinni þá sé verið að skerða réttindi við fólks og kannski verði svona ákveðið afturhvarf eða afturför í réttindamálum. Þetta eitthvað sem að hérna þið hafið svona áhyggjur af eða hafið fundið fyrir? Já og það voru það yfirleitt það það og við finnum það alveg að það sem að náttúrulega er að gerast núna í Bandaríkjunum það alveg til þessara hreyfingar líka þannig að réttindi fatlaðs fólks þar og maður þakkar fyrir að vera ekki þar og auðvitað þetta fljótt að fara inn annars þar líka og það alveg maður hefur fundið svona ákveð bakslag og það var það þá óháð vitundinni heldur það kannski þjónustuveitingunni það þessi skerðing sem að verður þar á það alltaf þessi bitsteinn kostnað og það einhvern veginn virðist bara vera þrætu eplið bara alltaf sem að snýra þessu málaflokki að sveitarfélag og ríki geta einhvern veginn ekki komið stað ákveðinu niðurstöðum hvar og hvernig eigi að veita þessa þjónustu og ef að þjónustuna veita sveitarfélag þá einhvern veginn alltaf hægt að klína á einhverju öðru þetta heilbrigðishlutinu og þannig að þetta endalaus bitsteinn en við finnum það eins og í þessu það ákveðin verða stór skref tekin 2018 að lögfesta þessa MPA-þjónustu en svo hefur ekkert í rauninni gerst í því það standa bara alltaf þessu sömu samningar það 3-4 biðlistar og fólk ekkert að biðlista eftir svona þjónustu þetta ekkert eitthvað sem að þú getur verið án og það fjölgar þar til dæmis
og svo bara í þessum búsetumálum líka varðandi bara húsnæðið, þú veist, þess að bara, og þar ennþá stærri vandi líka. En þannig að á meðan að kannski vitundin að aukast réttindabaráttuna og af hverju, að þá kannski svona bakslag í þessum hluta. Já, og það áhugavert. Og þegar þú segir einmitt með búsetuna og svona, það nú tölum við mikið leigumarkaðin og húsnæðismarkaðin almennt. Eru fatlaðir sá hópur? Ég meina, þetta hlýtur að vera, sko, ímynda ég mér að töluverður hausverkur að vera að búa við föllun og einhvern veginn lenda á leigumarkaði og þurfa svona ákveðna hluti fyrir fram, bara svona til þess að geta búið heima hjá sér. Þetta þá svona, þegar þú segir húsnæðismál, er þá óskum að þú veist, það séu byggð mismunandi húsnæði fyrir mismunandi hópa og þá af ríkinu eða hvernig? Sko, sveitarfélögunum náttúrulega ber að veita fólki sem ekki getur orðið sér út húsnæði, félagslegt húsnæði, en það hefur ekki orðin en aukning í uppbyggingu þar. Það stendur bara alveg og sérstaklega að því að ef maður hugsa bara að stærsti hópurinn hér og það kannski hallar það mest á bara Reykjavíkurborg að taka á móti öllum þessum hópa, því að ef það gerist eitthvað hjá einhverjum, ef einhverju veikist eða slasast alvarlega, kannski einhvers þar út á landi og hann býr í þannig húsnæði og það ekkert annað aðgengilegt húsnæði ef við tökum það sem dæmi, að þá flyst hann auðvitað hingað, þannig að þjónustan fylgir ekkert með, sko, eða fjármagni með þjónustunni. En þannig að þú veist að það eru, sum þurfa sértækt húsnæði sem þá aðgengilegt og þannig útbúið og kannski þurfa ákveðna þjónustu, svo það búsetu kjarnarnir, svo það bara almennt félagslegt húsnæði og þar skortir kannski, það skortir allstaðar, en þarna og ég meina fyrir þann sem kannski í endurhæfingu og það útsýð að hann ekkert að fara á vinnumarkaðan næstunni eða komin á örorku og þetta þú leigir ekkert á almennu vinnumarkaði og svo það mjög erfitt að fara þar inn og svo náttúrulega stór hópur líka sem mun aldrei eignast húsnæði, sem kannski fæðist fatlaður og það útséðum að hann mun aldrei geta unnið. Þannig er ótrúlega margþætt, en húsnæðisvandinn bara samfélagslegt mein. Sérstaklega fyrir jaðarsettan hóp og sem kannski með lægstu innkomuna og baklandið ekki neitt. Þetta oft helst í hendur, sko, og kannski eiginlega bara of mikið. Þannig að við höfum áhyggjur af þessum húsnæðisvanda fyrir þennan hóp. Og þú veist, allir þessir biðlistar og þannig að því að þetta svo mismunandi náttúrulega hvar þú kemur og svo eigna viðmið og þú uppfyllir ekki þessi viðmið, þannig að þetta bara endalaust hræri grautur, sko, sem að gera engum skerðingar og allt þetta, sko. Það svona í mörg horn að líta, en sko aftur kannski aðeins að þessari vitundavakningu. Hún nær til kannski helst þetta almennings og en svona hverju, svona í draumaheimi, þú veist, hverju mun þetta skila okkur í samfélagi? Sko ég held að til þess að í rauninni samfélagið skilja, þarna ólíkur hópur. Það þú veist, þarna bara fólk sem getur unnið, fólk sem getur ekki unnið, fólk sem með alls konar fjölbreyttar skerðingar, en allir geta og eiga rétt á að lifa bara sama lífi til jafns við aðra. Þarna eru foreldrar, þarna eru börn. Þannig að fólk einhvern veginn átti sig á bara ekki, þú veist, bara að hópur sér til, heldur bara af hverju það mikilvægt að allir fái notið sín með einhverjum hætti, af hverju það mikilvægt að þú veist, kannski hreyfihamla foreldri komist inn í skólan hjá barninu sín til þess að geta hort á það að syngja í samsöngu eða eitthvað, eða bara komist inn í búð eða fái réttar upplýsingar og geti nýtt þessa upplýsingar. Þú veist að fólk átti sig á því að þetta sé ekki alltaf bara eitthvað sem vesen og mannréttindafreki eins og var tíðkast þetta fyrir, bara var svona einhvern veginn viðloðandi við að einhver sagði frá að þetta hefði ekki, að svona væri framkoman eða hann hefði ekki átt rétt, þess að það var alltaf, væri það eins og þetta væri einhver frekja, heldur en ekki bara nauðsynlegt fyrir okkur öll, því að það bara þannig að maður veit ekkert í þessu lífi, sko, hvað gerist eða hvað mögulega getur gerst, hvort það sé fyrir þig eða barnið þitt eða einhverja aðra ættingi, og það getur allir lent í því að þurfa að reiða sig á nákvæmlega þetta sem við erum að benda á. Og svo líka, sko, að maður og mér er svo magnað að eru við bara, þú veist,
þetta velferðaríki sem við teljum okkur vera og það alls konar í boði og allir að geta gert og við erum í endalausu kapplaupi við að sinna sem flestum tómstundum og áhugamálum og íþróttum, en það eru 4% fallara barna sem að stunda íþróttir. 4%. Það bara skiljulega lágt. Já, þannig að ef maður hugsa svona vitundavakningu að það myndi ná einmitt til þess að bara að fólk átti að sjá að það eru 4% barna sem að geta tekið þátt í íþróttum og eru í íþróttum. Þú veist, það er bara ömurlegt að hugsa til þess að við séum ekki komið lengra þar, sko. Já. Hvað, svona atvik, einhver athöfn, eitthvað svona sem að ófallað fólk eins og ég bara alveg svona virkilega hissa að fallað fólk getur ekki tekið þátt í eða þykir ekki sjálfsagt í. Ég held að sé, þú veist, sko, alltaf maður hugsa til dæmis það að þú kannski, ef við tökum svo dæmi, þú ert að fara þér boðið okkur fund eða málþing. Og þú ert bara, þetta risastór ástæðin salur, 200 manns og það búið að auglýsa þetta og þú kannski mætir og þú gerir bara ráð fyrir, þú ert að setjast niður á borð 50 og þú tekur þátt með þessum hópi, en svo kemur kannski einhver blindur og hvernig á hann að vita hvert hann að setja, það er ekki búið þegar þú ert að plana svona, þá er það ekki, þú veist, það er ekki verið að líta til þess að mögulega gæti verið einhver blindur í hópnum, af því að fallað fólk þarf yfirleitt alltaf að láta vita af sem er gott, náttúrulega, en svo mæturu og þá er ekki kannski heldur búið að gera ráð fyrir því að þú í rauninni vitir hvar þú átt að setjast, eða með hverju þú átt að vera í hóp heldur bara, og upplýsingarnar eru bara á prenti en það er ekki búið að undirbúa þig. Þú veist, þetta er bara það sem að gerist að þér fullt af blindu fólki eða sjónskertu sem að bara vinnur og eða er að mennta sig eða hvað annað og líka það bara, þú veist, já, þú ert að fara í leikhús og þú ætlar að fara með vinum þínum og svo situr þú í stólnum þínum, hjólastólnum þínum á þessum palli frá kannski vinum þínum af því að þú veist, það er alltaf svona sér útbúnar lausnir eða þú veist, þú getur ekki fara á þennan veitingastað því hann er ekki aðgengilegur eða þetta og það sem að mér finnst svo skondið er sko að í rauninni, ég get alveg ímyndað mér að rekstur alls konar, hann getur verið rosalega krefjandi og mikill og allt það sem er íþyngjandi en til frambúðar, ef þú veist að þú gerir þetta með tillit til algildrar hönnunar, þar sem maður bara verið að líta til allar þessar þátt að þá ertu búin að skapa miklu meiri vettvang til þess að geta fengið fleiri og fjölbreyttari hóp inn á þú veist, veitingastaðin eða þú veist, skemmtistaðin eða hvað sem það svo sem er. Og þetta er bara svona, eða það til dæmis líka að geta í rauninni ekki sko ákveðið, ég ætla að fara á morgun og ég nota hjólastólu, ég þarf akstursþjónustu eða eitthvað, bara eða með skömmum fyrirvara því þú ert að vera búin að panta og gera ráð fyrir því einhver tíma. Að þú sért á þessari stundaskrá, ekki bara þegar þeir hendar. Þetta er bara veruleiki sem að mörg búa við. Og það er bara, finnst mann svolítið merkilegt á þessum tíma, það sem að allt virðist vera hægt að laga og gera en ekki þetta. Einmitt. Já, þetta er áhugavert og þetta er skemmtilegt verkefni og það er kvennagangan á laugardaginn. Er Öryrkjabandalagið með? Nei, við erum með viðburð á morgun með UN Women í mannréttindahúsinu okkar sem er húsið okkar í Sigtúni 42 og þar ætlum við að tala konur og öryggi og í svona ákveðnum aðstæðum eins og stríði og hvernig er hlúið að því og þá verður rauninni rætt þessa minnihluta hópa og jaðarsettu hópa þannig að þetta er í samstarfi þá við okkur og UN Women þannig að við ætlum að vera með í því og sem er þá með til þess að fagna þessum alþjóðadegi kvenna af því að það er ein baráttan að koma að fötluðum konum í alla þessa umræðu. Já, einmitt. Það er einmitt fallar konur og fallar fólk auðvitað svona í heimi, stríðandi heimi, þá er auðvitað, það er svona auka afurð stríða að fólk fallast og veikist og já, svona þarf aðra hluti eftir að hafa slasast og Já, algjörlega. Og annað sem mér kannski dettur í hugið mitt eru svona eins og fatlaðir flóttamenn. Það er náttúrulega, við höfum kannski fylgst svolítið með eins og máli Jasans og svo var önnur ung stúlka Emma og þetta er svolítið svona gleymdur hópur á meðal kannski, þetta er svona jaðarhópur innan jaðarhópsins.
Já, bara heldur betur og náttúrulega bara hópur sem ennþá bara berskjaldaðri heldur en kannski og ber skjöldunin sko nægilega fyrir. En þarna þetta nákvæmlega og við höfum náttúrulega þó svo að við séum kannski ekki að horfa, þú veist, okkar samtök ná ekki út fyrir landsteinina þannig, en það er náttúrulega bara allt sem að kemur hingaðinn. Veltum við fyrir okkur hvernig tekið á móti og hvernig í rauninni þessu fólki búið til þess að lifa hérna, fáið það í rauninni möguleikan á því. En þetta náttúrulega bara hópur að maður hugsa bara það sem maður gerst út í heimi, að þá þetta bara, þú veist, þetta fólk lifir ekkit af. Nei. Þetta þú veist, bara allar upplýsingar og ég meina þegar það er ekki eins og kannski eina í rauninu upplýsingar þeir bara það sem berast mann á milli að þá þetta náttúrulega bara það sem þú getur gleymt að berist til þeirra sem að kannski þurfa á möðurum tjáskiptu leiðum eða annað og náttúrulega bara þau sem nota hjálpartæki og stóðtæki, þú veist, þetta bara algjörlega gleymdur hópur sem að í rauninni myndi í sjálfu sér ekkert ná hingað sko, nema bara fyrir tilstilla einhverja góðra manna sko, þannig að það er alveg gefið sko. Fyrir þau sem að vilja kynna sér átakið, hvað er best að gera það? Fyrir okkur öll.is til dæmis, það er góð leið og það er skemmtilegt og gagnlegt að skoða og hvet bara öll til þess að gera það því að við getum þetta ekki eins sko, við þurfum að fá öll með. Já. Þakka þér kærlega fyrir Alma Ýr fyrir að koma og svona stikla á stóru úr af þessari vitundavakningu mikilvægu og segja okkur frá viðburðinum sem að verður á morgun. Já. Takk fyrir að fá mig. Já, bara takk kærlega fyrir komuna. Tók ég við þegar það er meira hér handa við hlið. Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með færri en 25 starfsmenn, í fyrsta sæti félagsmiðstöðin Síinn, í öðru sæti frístundaheimilið Frostheimar og í þriðja sæti félagsmiðstöðin Fjörgin. Og hástökkvari ársins 2024 er íbúðakjarni Rökkvatjörn. Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu.